90 mínútur og hvar að sé á sínum tíma. Klukkan orðin rúmlega 4 og FM 95 Blöð hefur hafið göngu sína þennan þriðjudaginn. Og eins og alla þriðjudaga situr hann beint á móti mér krúttbangsinn sjálfur, Sverrir Þór Sverrisson, oftast kallaður Sveppi, vertu velkominn. Takk fyrir gemli. Hvernig ertu? Það er alveg hljómandi góður maður. Nýkomið frá útlöndum? Já. Staddur í Írlandi eða ekki? Jó. Já. Dublin kallið minn. Dublin? Þvílíkur eðal, það er eitthvað fyrir þig að vera þar maður. Nú? Þvílíkur partybær. Já, ok. Jaha. Ég hef aldrei komið þangað. Indislegt sko. Já, ég þarf að tjekka þessu. Fórum í svona túristattraktionið, aðal túristattraktionið þarna er Guinness vegsmiðan. Já, veistu, ég er endur orðin rosalega Guinness maður. Já, ég var bara, hann rann niður sko. Já. Þvílíkt leið bara, þetta er spurningum að ná fyrsta. Já, en veistu hvað kemur líka óvart með Guinness? Þetta er einn hotlasti bjórinn. Ekki það, við erum ekkert að auglýsa þennan bjór hérna. Nei. En þetta frétti ég. Og þetta er bara máltíð í glasi. Hvað heldur þú Þú maður? þarft ekki að borða neitt. Nei. Þú ert bara í Guinnessnum. En það er allt annað að sjá þig. Við verðum með þéttan og skemmtilegan þátt handa ykkur í dag. Kæru hlustendur, ber þar hæst, jólatrailer sem við erum búin að hendi í strákandir. Það er allir að auglýsa jólatrailera þessa dagana, Frostrósir og... Það eru jólatónleikar víða. Já. Og maður er alltaf að heyra eitthvað. Alltaf einhverjir trailerar einhverja jólatónleika, ef það er ekki Frostrósir eða Bjöggi, þá er það eitthvað annað. Það eru konur þarna bakkalútur með sína jólatónleika og... Ullahattar, einhverju svona gæja sem er alltaf bubbi, náttúrulega fasta gestur hérna með sína þólasmessu tónleika. Okkur fannst bara vanta í flóruna jólatónleika frá okkur. Já. Og þið heyrið trailerin á því hér setna í dag. Annars á að kikið til okkar hér í létt spjall líka. Við ætlum að gefa miða á landsleikin sem allir er að tala um núna. Það er Ísland-Sviss á eftir. Já, við höfum aldrei unni Sviss held ég. Nei, það er allavega ekki síðustu leikjum, sko. Svissin er gott. Þeir eru góður í Sviss. Nefndu mér eitt svissneskan knattspyrnumann. Þeir eru nokkrir að spila sko með Napoli og Bayern München svona. Sviss er með svona lið, þú þekkir ekki leikmennin þeirra, en þeir eru góðir, sem er oft pirrandi sko. Já, það er ömurlegt sko. En þeir eru búin að vera á síðustu stórmótum og svona og eru efstir í riðlinum. Þeir fara að HM alltaf. Já, man ekki hvort þeir að fara síðast, en þeir fara reglulega, já. Þeir eru í 15. sæti við bestu knattspyrnuþjóðir heims, þannig að sér það. Og við í hvað? 900 þetta? Nei, við erum nú uppleið núna. Við gátum ekki farið mikið neðar heldur en við vorum, held ég. Nei, ekki þegar Kongo er komið fyrir ofan okkur. Já, bara þjóðir sem er að spila fótbolta með sko... höfuð. Já, það gengur ekki. Það var ekki Kongo, það var eitthvað önnur þjóð. Skulum ekki fara að draga Kongo í það svo. Já, við ætlum að hringja til Sviss. Já, svo ætlum við að hringja og aðtuga hvort að svisslendingar séu jafn spenntir fyrir þessu leik og við. Já. Það er gríðarlega stemmingir á Íslandi, enda sól úti, en kannski ekki gríðarlega hlýtt. Nei, en við fögnum þeirri gulu. Já, í hvert skipti sem hún lætur sjá sig maður, þá fögnum við. Gula fíbli? Já. Það er ekki annað hægt. Ég er enda þurft að skafa í morgun, fyrsta sinni langan tíma. Já. Og já, það er að koma vetur. Já, þetta er ágætis undirbúningur. Já, þurfa að skafa. Ég er samt ennþá í, kæruleysinu, ég var með svona diskahulstur, það er óþólandi. Já, hvað þau reynda að virka ágætlega. Já, hvað kostar þetta? 200 kall, okkur drullar maður sér ekki á bensinstöðu og kaupi sér sköf. Ég þarf að muna þetta í dag. Þetta er meira leti heldur en níska, sko. Já, þetta er bara eitthvað, þú veist. Ég hef bara, en sko, í gegnum tíðin hef ég ekkert rosalega oft átt sköfu í bílnum mín. Nei. Það er bara geisladiska hulstin. Og það virkar vel. Já, stundur neglunar. Það er ekki að kósi og ég lendi því. Það er ekki gaman. Þannig að við erum með, spíkfeitan þátt og við þurfum líka ákveða þá Sveppi hvernig við ætlum að gefa miðan á landsleikin. Þurfum að búa til eitthvað skemmtilegan og hressandi leik. Já, eitthvað svona ekta flip FM leik. Já, eitthvað vangi við. Já, eitthvað geggjaðan. Eitthvað ding-dong. Jafnvel bara að fara í, hlusta á hljóðuð eitthvað. Já, hvernig er hann? Þá þarf þú að gera eitthvað, búið til eitthvað hljóð og fólk þarf að giska hvað hljóð það er. Já, til dæmis. Virkilega skemmtilegur útvarpsleikur. Þannig að það er smekks neisa í okkur félagunum. Við ætlum að byrja þetta hér á topplægi með Kings of Leon. Þetta lag heitir You Somebody. It's about you somebody. Já, þetta var uppáhaldslægið mitt árið 2008. Og mér finnst það ennþá flott í dag. Fáum smá Kings of Leon. Kings of Leon. Það er eitt og annað framöndan hérna í FM 95 Blöð og sem drottinn stýrar þriðju degi. Það er október fyrir þá sem vissum það ekki. 16. er það. Og 16. október. Þetta er flott að líða. Það er farið að sé á seinni hlutan. Það verður að koma jól áður við vitum af. Já. Enda erum við með jólatrailer hér og eftir. Og það er komið að því sem allir hefa beðið eftir, það er slúður. Já, það er fullt af fólki sem stillir engangu til þess að heyra slúðrið og alltaf í því að veluna það lið með góðu slúðri hér í dag. Ertu til, Sverrir? Til að byrja að segja ykkur frá ræflinum og móðir ársins Dínu Lohan. Já. Þeir eru manneskja sem er ekki í neinu gríðalegu áleiti á mér. Mamma Lindsay Lohan, að því hún er aumingi. Já.
Allavega, með allt niður þessa dagana. Hún óskaði henni allsins besta. Ég fekk að heyra þenn daginn. Ég væri of harðorður í garð hennar. Nú, mömmin Lindsay? Já, ég meina, hún stila eituluðum að dóttur sinni og eitthvað. Ég veit ekki hvernig hægt að tala vel svoleiðis fólk. Nei. En nú það hins vegar komið í ljós að Dina Lohan og Lindsay Lohan, þær rifust ekki bara daginn út af, þær voru sem sagt á leiðinni heim á djamminu og hnakk rifust og lögreglan þurfti að mæta þarna á svæði. Og það var ekki einungis að því að Dina Lohan var að stela eituluðum að dóttur sinni, heldur skuldar hún dóttur sinni $40,000 sem eru, þetta er einhverjar 7-8 milljónir sem hún skuldar dóttur sinni. En það versta að það ekki allt sem hún skuldar, því að hún skuldar hvorki meira en minna en $914,000 í mortgage loans, eða svona hún búin að taka út af heimilinu sínu, veðsetja heimili sitt og aðra hluti. Þetta eru næstu 130 milljónir sem hún skuldar. Hvað voðalega þarf hún mikinn pening? Já, ég veit það ekki. Og Lindsay Lohan lánaði henni á einhverju tímapunkti $40,000 og Dina hefur ekki séð sér fært að borga það. Og þetta sko... Lánaði Lindsay Lohan mömmu sinni? Já, svo Lindsay Lohan, hún ekkert syndandi í verkefnum þessa dagana, Þetta væri annað, hún var að leika í hverri stórmyndin og fætur annari, en þetta fólk ekki allt moldríkt bara? Nei, það nefnilega, þetta lið, þessu liði tekst að eyða öllum þessum pening. Já. Hún núna að leika í einhverjar sjónvarpsmyndum, Elizabeth Taylor eða eitthvað. Já. Flestum drullu saman, Þannig hún ekkert syndandi í verkefnum og bara í tómi tjóni sjálf og þarf pening. Já. En mammina skuldar ekki nema 110-15 milljónir, þannig að hún ekkert að fara að borga inn á næstun held ég. Hvað mammin einhver algjör bjáni? Já, mammina Það getur hún svo sem sagt sér það líka með hvernig Lindsay að haga sér, Já, og hvernig hún haga sér gegnum tíðina. Mamminar hjólhýsi af vestugerð. Það bara þannig. Hún, ég hef sagt það áður hér í þessum þætti, hún ætlaði að vera með eitthvað sjónvarpsþátt sem að fjalla það og hún var á djamminu með dætrinu sínum að sína að, eldri konu geti alveg skemmt sig með ungu krökkunum. Þá var Lindsay Lohan 21 árs og hinn 17 ára eða eitthvað. Þetta er eitthvað svona bara viðbjöður. Það er allt í lagi, þú ert orðin fertur að kíkja með mömmuðin inn á austur, en að vera á djamminu kvimpin og kvampin í Bandaríkjunum með 17 ára stelpusinni er ekki alveg að fallegt. Nei, og ekki alltaf reyna að gera sjónvarpsþátt í kringu það, Nei, en við vitum alltaf okkur, hann vantaði pening. Já. Það er bara þannig. Og Dina Lohan, bara gangi allt í haginn. Hún er hálfviti. Æ, það er sant, maður á ekki að vera að segja svona, en hún er það. Já. Þetta er hvítt hyski. Ljótt að segja það. Ég hef bara ekki dálit á henni, ekki neitt. Og sannleikurinn má alveg koma í ljós. Já, en svo er þetta kannski eitthvað íkt, maður veit það ekki. En áfram með slúðri, Rihanna, hún er orðin þreytt á því að vera á lausu stúlkan. Það heldur nú flestir að hún væri byrjuð aftur með Chris Brown. Já, ég fekk í magan í þeim. Já, það er ekki gott fyrir hana, en hún er víst á lausu og segir hér, hún er framan á Vogue blaðinu núna, fossíðu stúlkan þar, og er þar í opinskáðu viðtali, þar sem hún segir að hana langi virkilega að fara á eitt svona alvöru stefnumót, en það eru víst engin kallmenn að núti sem þora bjóðin á stefnumót. Nei. Hún þarf einhvern mann með pung sem er til í að bjóðin bara út að borða, og hún segir hér, seriously, all I want is a guy to take me out and make me laugh for a good hour and take my ass back home. He doesn't even have to come up. Hann þarf ekkert að fara með henni upp, en kannski bóði ef hann er búinn að vera svona viðbjóðslega fyndinn í klukkutíma. Já, hún er svona basically bara, hann langar í eitthvað normal. Já, er það ekki bara gott fyrir hana líka? Jú, en hún á aldrei eftir að geta það, Nei, ég held að það endist aldrei. Ég held að þú getur ekkert verið að selja, skilurðu, bara rafeindatæki og vera að hitta Rihannu svo í frítímaðinu, Ég veist, þetta er bara eins og með mig. Já. Ég fer ekkert okkur normal date nýr bæ, Það er ekki hægt. En ertu giftur með 3 börn? Sveppi. Já, ertu að lendi því þegar þú færst á stefnumót? Já, ég fekk bara í magan að heyra þetta. En ég held sem svona kona eins og Rihanna, sem er bara frægasta sönguna heims, hún er aldrei að fara að byrja bara með einhverjum, Jóni Haraldsson út í bæ. Nei. Hún er alltaf að fara að vera með, hún á eftir að enda, ég skal lofa þér í, áður landum líður, þá verður þú með slúður hérna það að Rihanna sé byrji með einhverjum rappara. Já. Sem er að gera garðinn frægan eða rappa á sér raskatið eða eitthvað. Já, það kemur ekki ávart. Svo er loka slúðrið sem að mér finnst alveg hrikalega steikt, en það er orðið gríðalega vinsælt í Bandaríkjunum núna, að fá augabrúnir Megan Fox. Það kostar ekki nema $8,000 sem eru, þetta eru bara, þetta er milljón. Milljón kall? Já, og hvað, þú hún bara... Það eru teknar af henni og þú ferðar? Nei. Eitthvað? Þetta er víst eitthvað svona aðgerð sem að, það sem að það teki hárin af hausnum að þér og grafið sem augabrúnir.
og bara sett þar. Til að líkjast? Megan Fox og fleiri leikonum. Þetta er svo steikt, maður. En þetta er allavega sama og karlmenn að vera að nota sem að setja hár á hausinn á sér. Þetta er nú eitthvað sem ég geti að skoða. Og það hefur heppnast ágætlega, en núna eru konur að fara þarna bara í hrönnum að biðja þetta. En það er fáránlegt að vera ljót kona, skilurðu. Eyða milljón í að láta sérsauma á sig augabrúnir. Það er bara steikt á alla kanta. Og allt í einu ertu komið með bara býtu, herrastu mín, hvað varst að gera? Þú ert bara eins og fáiði í framann. Hvað kom fyrir augabrúninu þar? Finnst þetta ekki flott? Þetta er nákvæmlega eins og Jessica Alba. Nei, hver? Megan Fox. Þetta er ekki stíl við allt hitt rusli sem er framann þér. Þú veist, hvað er af? Þú kannski berja þetta líf. Þetta er svo slakaði. Nú er ég brjálaður. Já, það er meina hérna á þessu FM-breppi að þetta er það sem er í tísku í dag. Það eru stórar og þykkar augabrúnir hjá kvenfólki. Bjarni Fel bara... Já, Bjarni Fel geti selt sínar á einhverjar nokkra kúlur fyrst að þetta fyrir á milljón. Þetta var slúðurpakki dagsins. Ég geti svo sem sagt í loki líka að Khloe Kardashian, hún mun kynna X-Factor. Það er búið að staðfesta það. Kardashian systirinn hérna. Já. Akkur Khloe Kardashian? Ég veit það ekki, hún er reyndar, sveimi það, er hún ekki skást af þessum 3 systrum þarna? Já, en hún er samt ekki skást af öllum í Ameríku til þess að kynna vinsæla sjónvarpsþátt. Hann var reyndar alveg skelfilegur svo sem var í fyrra, ég var ekki ánægð með hann, Steve... Nei, það er svolítið... Breski hérna. Menn eru nú yfirleitt svona miðaðir við Ryan Seacrest. Já, hann er kóngurinn í þessu. Hann er kóngurinn, sko. Við erum að gefa hann það. Þú þarft að fara einhver aðra leið og kannski þetta einu þeirra, að fá fávita til þess að stjórna svona þetta. Já, rosalegt og jákvæður eftir för þína til Dublin. Við ætlum að fara hér rétt enda á hornið, ætlum að hringja til Sviss. Við ætlum líka að gefa miða á landsleikin við Sveppi. Við eigum þetta nokkra miða til að gefa ykkur kæru hlustendur. Þessi stúlka er á lausu, hann har langar að stefnumót. Hann hafði úr fyndin og átt klukkutíma handinni, tröllaði til Bandaríkjanna. I'm on my way. Þú. Finnarnir Autu og Sveppi með ykkur hér í FM 95 Blöð þennan þriðjudaginn. Og já, eins og við erum búin að koma inn á Sveppi að þá er gríðarlega mikilvægur landsleikur eftir. Já. Og mikil spenna fyrir hún. Er það? Já, að sjálfsögðu. Ok. Það er ég ætla að hlakka gríðarlega til að fara. Við töpum alltaf mót þessu. Hættu þessu, ef við vinnum, þá verður efstir í riðlum. Sem er algjör veisla. Já, eftir 4 leiki, sko. Já, hvað er þetta margir leiki? Þetta er 10 eitthvað held ég. Ok, við gætum verið á leiðinu á HM, kallum við. Já, bara Brasilia, here we come. Já. En já, eins og flestir Íslendingar vita, þá erum við að fara að keppa við Sviss og já, við Sveppi, við vitum nú ekki mikið um Sviss. Jú, það eru flottir hnífar þarna og úr. Já, ostar. Já, ostar, já. En meira vitum við ekki og það sem við ætlum að gera er að, já, hringja til Sviss. Já, það tók þessi stemming í hófnum. Já, eru svisslendingar jafn spenntir fyrir þessum landsleiku við Íslendingar? Já. Það er bara spurningin hér í FM 95 Blöð í dag og já, ég ætla nú bara að byrja því að hringja hérna á einhverja snirtustofu í Sviss. Já. Að tóða hvort að stúlkunar þar séu spenntar. Ja, stúlkunar eru mikið kallmennum að vinna á snirtustofu, veist það? Já, lítið örglega, sko. Ekki. Hvaða tungumál talaði Sviss, veist það? Ekki svissneska. Ég veit ekki. Hvað ekki verið að spurja mig einhverju svona rugli. Er það franska? Nei. Nei. Svissnesku alpandir maður, þeir eru svo yndislegir alltaf, sérstaklega svona á haustin, sko. Æðislega að fara að skíða. Það er bara vengið, sko. Catherine, bonjour. Yes. Qu'est-ce monsieur? Hello? 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 Do you speak English? Yes, in English. Yes, English? Oh, okay, nice. This is a beauty parlor, right? Beauty parlor, non? C'est un coiffeur-geschäft. What? Un coiffeur. Yeah, yes. Un hairstyling, yeah? Yes, exactly. We were wondering, what's your name? Melanie, alors il s'agit sur what? Because I'm working, I have some customer. So il s'agit for what? Ha. Hún sagðist vera að vinna með einhvern viðskiptavinn, sko. Are you there? Sorry? Yes, hún talar svo hratt. So are you looking forward to the game tonight? Looking to what? Are you gonna, do you watch football? No. You don't watch football? No, I don't watch football. Are you gonna watch Switzerland, Iceland in the football match tonight? No, I don't want. Thank you. I have 2 kids, so I cannot. What? I have 2 kids, so I cannot. I will look to in my house. Yeah. For what? Because I'm working. I'm with customers. So what is it? It's for the... what? Are you gonna watch it on TV? No, okay. What do you want? Can you tell me, please? Yes, do you have a beauty contest there in Swiss? Okay, sorry. So I don't have the time now. I have already everything. Thank you. Okay, and so you are not looking forward to the match like we here in Iceland? Okay, I'm working. I don't have the I'm interested for nothing. Are you working tonight when the match is? No.
No? Are you gonna watch it? No. You have a television then? Yeah, but I don't watch it. I have 2 kids. You have 2 kids? I'm working with the customer. You have 2 kids? I have 3 children and I'm gonna watch the game. Okay, bye. Are you gonna... Thank you. Excuse me? Excuse me, do Miss Swiss comes to you a lot? Já. Erðu, við vorum greinlega að trufla þarna. Já, þú heyrið það, hún strax var pyrruð, sko. Og hringi aftur í hana? Já, kannski. Já, spyrjum á hvaða tíma, mér langar að vita á hvaða tíma leikurinn hjá henni. Svo er náttúrulega grínið. Swiss Miss? Nei, Miss Swiss. Já. Þú veist, ungfrú Svissland. Já. Er hún kölluð Miss Swiss? Spurðu hana. Ég var að reyna, sko, hún skellti þá á. Hún var eitthvað stressuð, hún var með viðskiptar endur enn? Já, hún hefur kannski verið í miðju brasilísku vaxi. Kellan hefur legið þarna alveg út úr lóðinn. Pressandi. Það láta það rakka sér baki. Nú svarar hún. Castanet, bonjour, Annabelle. Yes, hello, do you speak English? Un moment, vite. A little, yes. Nei, hún sagði, ein momente. Já. Okay, what do you want? Yes, we were wondering the match tonight, Iceland-Swiss. Yeah, but I tell you, I'm working now. I'm not interested for going to watch the match. I will watch in my answer. I have 2 kids, so what do you want? I'm working. Yeah. I'm with the customer, so I don't have time for what you want. Yes. Do you think your customer, he's gonna watch the game maybe? Oh, okay, bye. Nei. Nei. Þarna, ég skemmti það. Af hverju eittur í síðustu spurningun í þetta? Ok, bye! Ætlaði ekki að það spyrja hann út í Swiss Miss? Jú, Miss Swiss. Jú. Mér finnst það æðislega brandari hér. Ringjum eitthvað annað. Og spyrjum út í Miss Swiss. Ok, ég er með 1 leikskóla hérna. Já. Þá örugglega einhver önnur konu eftir að svara þar sem nennir ekki að tala við okkur. Hvað varstu með hana? Skósmið. Ringjum fyrir skósmið. Já, herru, það svaraði ekki á leikskólanum, ég var að prófa skósmið. Já. Þeir eru vittlausir í fótbolta, sko. Þeir eru að setja takk undir skó og laga predatorskona. Hvernig sem að skósmiður á ensku? Shoe repair guy. Shoe repair. Schumacher AG Breitemotte. Já, einmitt. Yes, hello. Do you speak English? No. No? Okay, that's cool, because we do. Just a moment, please. Thank you. Nó, það er alveg fyrirtæki, mann. Með lag undir og svona. Þannig sem að sé að tala við banka. Þetta er skósmið. Svona, ertu að fara að laga skó? Já, hvernig skó? Schumacher AG Lucas Freyland. Yes. Hello, do you speak English? Nej. Nej. Okay. We were wondering, do you watch football? Nej. Nej? Förstås i leider nødt. Switzerland, Iceland, tonight, you know that? Are you gonna watch? Nej, danke. Adjö. Nei, gamli, skósmiður. Nei, maður, hvaða? Já, herðu, ok. Nei, maður, þetta var ömurlegt. Já, ég ætla að vona að Ísland taki þessa Svisslendinga og rúlla þeim upp því að, já, þeir eru dónalegir. Já, það skella bara á. Já. Ógeðslega ókurteis í maður. Ekkert smá, maður er að reyna að vera jolly og bara happy go lucky hérna, maður er ekkert skítinn. Og svo ringir þú kannski eitthvað annað bara í landi við hliðina og þar farið allt önnur viðbrögð. Ég veit. Landamæri eru búin að skemma þennan heim. Þetta var, já, ring til útlanda. Það er ekki mikil stemming fyrir landsleiknum í Sviss. Dekkjadagar á FM 957 með Dekkjahöllinni. Nú þarf að huga að dekkjaskiptum fyrir veturinn. FM og Dekkjahöllin ætla að bjóða efnumhlustendum upp á umfelgun og eða dekkjaumgang á bíli. Við hvetjum til að skráðu til leiks á heimasíðu FM 957. Heiðar Austmann dregur út vinninga á hverjum virkum degi til 27. október. Mánudaga til 5. daga gefum við eina umfelgun á dag og á föstudögum gefum við nýjan dekkjaumgang undir bílinn ásamt 30.000 króna bensínkorti frá OBM. Dekkjahöllin býður þér mikið úr að gæða dekkja á betra verði á þjónustustöðum sínum á Akureyri, á Egilsstöðum, Skeifunni 5 og nú einnig í Skútuvogi 12. Dekkjadagar á FM 957. FM 95 blöð á FM 957. Við kynnum nýtt tromp með lakrísborða í ljúffengum súkkulaðijúb. Trompaði daginn, fáðu tromp. Frábært úrval af hágæða fæðubótaefnum frá Optimum Nutrition. Perform.is Holtasmára 1, Kópavogi. Calvin Harris remix í gangi hér. Vængið kaffi. Vængið kaffi. Þið að hlusta á FM 95 blöð, Auður Blöndal og Sverrir Þór Sverrisson með ykkur til 6 í dag. Já, kallar minn. Styttist í jólatrailerinn okkar sem við gerum hér fyrir í dag. Og við ætlum líka að gefa mið á landsleikin hér á eftir. Það er hellingur að vera í okkar strákunum, en það er hins vegar komið að föstum lið sem er oftast einmitt 4:30 og það er, Sveppi,
Sturlaða staðreyndir, kallið minn. Rétt hjá þér. Sturlaða staðreyndir. Insane facts. Ég vissi það ekki. Já. Þú vissir það bara. Já. Við vorum ekki búin að ræða það að þær var að koma. Nei, en þú ert með mér en alla þriðut. Áttu nú að byrja að rátta á þessu, sko. Já, ég veit það bara samt, skilu, það er eitthvað. Samt frábært hjá þér. Já. Eða okkur. Okkur, ertu tilbúinn? Já. Hér kemur fyrsta sturlaða staðreind dagsins. Í Unesum spaðinu í Japan getur þú fengið sundsprett í te, kaffi og víni. Nei! Já, þetta eitthvað sem maður getur verið að tjekka á maður fyrir Japans. Ég var alveg til að synda í víni, það eina sem ég eftir að gera held ég. Nei með það. Það er töff. Já. Það getur valið, bara gin og tónik, mojito. En það að synda í mojito. Það tekur 3 daga að blanda. Já, hvernig stemminga ertu í? Ég væri til í baksund í White Russian ef það er hægt. Ert að grínast, það er þetta besta hugmynd í heimi. Þá væri maður samt í hættu að vera að drekka viðbjörn sem aðrir eru búin að vera að synda. Nei, maður myndi aldrei gera það. Aldrei myndi ég drekka. Ég er ekki það mikil fyllibitta, ég myndi byrja að drekka víni sem aðrir eru að syndi. Ekki nema ég fengi minn engapott. Já, ef þú ert komin til Japans yfir höfuð, þá ertu til í hvað sem er. Já, komin í Unesum spaðið og byrjar á þessu rugli. Já, það skaðin er svolítið skeður. Já, ég veit. Svo er það næsta. Aðeins 1% af fólki í heiminum fæðist með rautt hár. Nei. Já. Simmi og Ásgeir Kolbeins bara eru uník. Alveg gjörsamlega. En hvorur eru að vill sína fram á hvað þeir eru uník? Þeir eru ekki mikið að skarta rauða hárnu. Simmi samt meira en Ásgeir. Já, en það er rúglega innan við 1% af rauðhæru fólki sem að monta sig af því að vera rauðhært. Já, sem er svona skrítið. Rautt hár er alveg fallið hár. Ég með sérðu eitthvað högs. Já. Það ræða það eitthvað. Utan það. What a man. What a human being. Já, rosalur. Og líka með þessa rödd. Já. Þetta verður hann aldrei átt í þessan með kvennfólk, ég lofaði því. Svo er það næsta, þú brennir 200 kaloríum í 30 mínútna kynlífi. Sturlu staðarind. Þannig að þú ert að henda frá þessuna 25 kaloríum söpið. Þegar þú hjólar í þetta. Þetta er, já, hálftíma. Eina sem ég finnst pínu steikt við þetta, mér finnst leiðilegt að við fengja Sturla staðarindi sjálfur, sko, en, veist, það er ekki pínu eftir hvað þú ert að gera í kynlífinu. Já. Men ef þú liggur bara á bakinu eins og fíl, þá ávart ekki að brenna 200 kaloríum, sko. Það reyndar líka fílar sjaldan á bakinu. Já, reyndar góðu punktur, já. En ég skil bara svo skata, þá. Þetta er basically svona sá sem að sér vinnuna. Já. Sá sem er að vinna vinnuna sína. Já. Inn í svefnherbyggi. Hann er að brenna. Já. Ertu vinnumaður? Ég er vinnuþjálfur. Þú getur rétt í mynda. Já. Það er bara svoleiðis. Þú ert vinnumör. Ég er vinnumör. Svo er það næsta. Fólk. Já, þetta fannst mér steikt. Þetta kemur frá Japan líka. Fólk í Japan og Asíu stóðrendar á það til að sleikja augun á hvort öðru í forleik. Þetta lick each other's eyeball. Það ekki bara, ekki sleikja augun bara, augasteinum? Jó, já, bara svona allt þetta. Bara auglokinn og... Já, hversu langt leitur eftir þú byrjar að sleikja augun bara á makaðinum? Kannski svona þegar maður dettur í einhvern ákveðin bríma. Já, en hvort er að fá einhver út úr þessu, þú eða makinn? Er það sá sem að fær sleikin í augun, eða? Já, þetta er kannski, hefur þú prófað þetta? Nei. Sleikir þú tær? Já, sko, þegar kemur að mér og þessu, öllu saman, þá vill ég helst að tær bara berist ekkert í tal. Nei. Það geti eyðilagt fyrir mér það sem koma skal. Já, því ég er með hobbitatær. Já, þú ert með ógeðslega tær, sko. Já. En þetta er eitthvað svona sem að gerist örgulega bara svona, kiss hana, hún er svo fallið hár, sleikja hana augum, djöflum með vangjum augum, stóbrjóð, þetta er gaman. Já, skilur þá allt hérna bara svona, já, heyrðu, ég var að sleikja þér augun í gær. Já, en ef einhver samt, segjum til dæmis Íris, eða bara einhver pía hjá þér, eða hjá mér, myndi stoppa þetta, held ég. Já, ef hún er að gefa þessu gaum. Þetta væri bara, hvað er þetta að gera? Ef að sleikja mér augun. Já. Það eru bara vont. Já. Og ég prófa að sleikja þér augun eftir. Tjekka á þessu. Herri, svo er það næsta. Flest börn sem ein kona hefur átt eru 69. Wow! Ein kona átti 69 krakka. Þar af voru 16 tvíburar, 7 þríburar og 4 fjórburar. Nei. Já. Og hjólpur. Þetta er 69 börn, maður. Þetta er heimsmet. En þetta er ekki 69 meðgöngur sem sagt. Nei. Það er ekki hægt. Nei, fjandinn, maður. Það er ekki hægt, sko. Nei, svo er það næsta. Jackie Chan, Cameron Diaz og Sylvester Stallone léku öll í klammynd áður en þið sló í gegn. Nei. Jú, eiga það samanlegt. Nei, það er ekki alltaf. Nei. Sylvester Stallone, hann lék í einhverju ítalskri mynd sem hétt Italian Stallion sem var ekki klámynd. Jó. Það menn heldur það. Allavega erotísk.
Og Cameron Diaz var ekki klámynd. Já, hún lék í Debitos Dallas 3. Nei. Mann eftir. Nei, ok, það nú kannski ekkert verið að tala einhverjar hardcore klámyndir, en þetta svona bláa myndir. Einhvern tímann var Cameron Diaz, á brjóstónum í einhverjum svona, inntökuprófi fyrir einhverju bíómyndi eða leikrit eða einhverjum svona draslaldi. Voðalegt þú með þetta á hreinu? Já, ég sé þessar myndir. Veist þú þetta styrlaða staðrendir? Downloada þessu og nefna Herðu, svo styrlaða staðrend sem ég hef gaman að Christian Bale neitaði að skrifa undur að leika Batman nema með loforðum að Robin myndi ekki birtast í neinum af hans myndum. Þeim þrem sem hann skrifa undur á sínum tíma. Já, grjótharður. Það alveg bara. Hann bara, jú, ég skal leika Batman fyrir ykkur. Hann burtu með skuggan. Já, þessi Robin, hann ekki að fara að sjást í mínu bíómyndum. En svo reyndar í síðustu myndinni, þá birtist nú Robin í lokin. En ekki í búninginu sínu, sko. Nei. En ég meina, Robin það eitthvað bara astanlegt. Já, það hefur alltaf verið bara svona eins og eitthvað svona, ég veit ekki, hommalögu tóipa í Batman. Já, það hann að gera. Ég held að sé enginn að núti sem eitthvað þvílíkur Robin maður. Nei. Það eitthvað kjánalegt við það. Ég með Robin búningin? Nei, við erum með Spiderman búningin alveg eins og hann í bíómyndinni. Já, nei takk, ég góður, takk. Þegar ég held búningapartí hérna í sumar, á Bjón og Sverre en þá heimaðumur og þá ætluðu við að vera, það var pælingi okkur að vera svona einhverjum grímubúning sem tengdust og þá datt mér hugar, ég var nálega til að vera Batman og svo Sverre bara glimtu að ég skal vera Robin og ég lengi vera hann eitthvað. Nei. Svo hérna, það eru 3 ár eftir. Í Finnlandi miðast hraðasekt við launin eða tekjur viðkomandi. Já. Þetta svolítið sniðugt. Já, þetta ekki öruglega, þetta eitthvað annars staðar líka. Já, fleiri stöðum. En þetta minna hann eða ortu láglaun, þá getur þú bara verið að bruna. Já. Nei, þá ertu náttúrulega svo, þá ertu á lágum launum, átt lítið pening. Já. Þetta alltaf vesen. Já, þetta alltaf vesen. Svo næsta, sportreiki getur haldið í sér andanum í 6 daga. Magnað. Já, þetta eina mínum uppáhalds í dag. Wow. Spáðu, en eina sem leiðilegt við það, maður sér það samt ekki. Ef þú sér sportreika, þá getur ekkert, ég hann haldið í sér andanum. Hann svo lítill og svartur bara og... Nei, og líka, hver byrjaði á þessu? Hver byrjaði að halda með puttunum svona fyrir munnin á honum og nefið alveg pínlítið. Hann ennþá lífi. Það konum ekki það, 5. Bara halda það fram. Svo það síðasta, herpes drepur fíla. Sturlustæðin. Nei. Jú. Þannig að ef þeir fá þann leiðinda kynsjúkdóm þá það bara sayonara. Eða bæ. Akkur ættu fílar að fá herpes? Ég veit ekki, ég fara upp á heilasa manneskju. Mannavík? Nei, ég veit það ekki. Hvernig færði, ég veit það ekki. Allavega, þá ef fíl fær herpes á deyran. Þetta nú eins og sagði myndinni góðu, sko. What happens in Vegas stays except for herpes. Já, þetta voru sturla staðreyndir dagsins. Þetta, ég er að melda þetta þvílíkt. Já, þær voru nokkra góðar þarna. Já. Getur ekki neitaði. En ég var að spá í að henda hér á Chubby Little Loverboy. Fyrst vorum að ræða hann vildi ekki vera Robin, en hann kann að syngja. Skulum fá hérna eitt gammalt og gott föstudagslag. Þetta er Titanium með Sösa. Ég er að minnskriða. Þetta er Video Game Boy. Sverrir Bergman hér með föstudagslagið Titanium. David Guetta-lag við Sveppi með ykkur hér til 6 í dag. Styttist í jólatrailerinn okkar, annars af allar að kíkja heimsókn og við ætlum líka að gefa ykkur miða á landsleikinn. Það allt í gangi. Það allt að gerast en... Ding, ding og bling, bling. Ding, ding og bling, bling. Við ætlum fyrst að fara í örstuð skilabóð, svo komum við hér grjótharðir aftur. Vilt þú vera hrókur alls fagnaðar og bjóða vinnufélögunum í ævintýraferð fyrir bragðlaukana á Krúatæ? Á hverjum fimmtudegi í morgunþættinum Magazín drögum við út fyrirtæki vikunnar sem fær matarveislu fyrir alltaf 10 manns frá Krúatæ. Skráðu þig og þitt fyrirtæki á heimasíðu FM og þú getur átt von á veislu. Krúatæ býður upp á frábært úrval af tælensku mat í hæsta gæðaflokki. Morgunþátturinn Magazín og Krúatæ. Bossinn! Já, okkur líst ljómandi vel á þig, flott háskólamenntun, meðmæli, flott ferilskrá og við viljum gjarnan ráða þig. Nei, bara eitt atriði, þessi skyrta, þú ert ekki hommi eða? Mismunun er staðreynd. Berjumst gegn henni og fögnum fjölbreytninni. Mannréttindaskrifstofa Íslands og Progress-áætlunin. Yes! Já, koma svo, skjóta! Þetta er víti! Þetta er ástæður í að kosta svo mikið pening, sko. Gerðu leikinn skemmtilegri. Tippað á lengjuna. 1x2 við tippum. Kæru Íslendingar, það er landsleikur í dag. Hvernig var að hita upp á hamborgarafabrikunni fyrir leik og rölta svo yfir í Laugardal? Nú eða koma á fabrikuna eftir leik og fagna sigri. Bókaðu borð í síma 575755 eða á fabrikan@fabrikan.is.
Hamborgarafabrikan. 20. október fer fram kosning frumvarp að nýrri stjórnarskrá. Þú getur haft áhrif. Þitt atkvæði skiptir máli. Sans.is. Sverrir Þór Sverrisson verða með ykkur hér til 6 í dag. Já, og það fara að hausta allverulega maður, laufin falla trjánum og... Já, ég þurfti að skafa í morgun. Já, ég nefnilega fór ekkert út í morgun, sko. Það ekkert annað. Ég var bara heima, ég horfði bara bílinn og ég beið eftir að sólinn kom upp fyrir húsið. Já. Þá fór hún að bræða af honum. Já. Þá fór ég út. Og þá hendur þér út. Þá var ég til. Helvítis lúksus er það. Já, þetta er lúksus. Það getur bara beðið eftir sólinni. Það styttist hér í að Anna Svava kíki á okkur og fleira en ég var að lesa hérna, Sverrir. Samkvæmt FM preppinu þá er gríðarleg aukning hjá karlmönnum í símavændi. Og það er alveg eitthvað 60% aukning og hér stendur að menn eru að vinna við þetta mikið með skóla í Bandaríkjunum, í háskólum manna. Já, ok, en sniðugt. Já, finnst þér? Þetta er eitthvað svona jobb sem að þú væri til að taka með skólanum. Það er náttúrulega, sko, símavændi snýst yfirleitt bara það að kallmenn sé að hringja eitthvað í konur og hlusta á þær stynja í síman. Hef ég heyrt. Já, Hefurðu heyrt að stynja í síman? Nei, ég hef heyrt að þetta gangi svona fyrir sig. Okay. Ég myndi alveg viðurkenna hér í útvarpið, ég hef nú viðurkennt verri hluti, en ég hef ekki hringt í Rauðatorgið en Nei, þetta hjálpar maður ekki neitt, sko. Nei, þetta gerir ekki Líka, ef maður ætlaði að vera að vasast eitthvað á meðan, þá þarf þetta að vera með, sko, handfrjálsan búnað. Já, sem er þægilegt í dag. Já. Þá getur við vasast ýmislegt á meðan, vaskað upp eitthvað. Já, ég held líka, er ekki, sko, það hlýtur að vera trikki hjá svona liði sem er með símavændi að vera lengi að koma sér að efninu því að hver mínúta kostar slatta. Já. Það er ekkert farið beint í bara Nei. Eða hvað sem er gert. Nei. Þannig að það eru nú er ég að klæða mig úr buxunum og það tekur alveg 10-15 sekúndur. Þetta er tvenns konar, þú getur farið á live chat. Já, ok. Þú getur tala bara við einhverja mannesku. Já, bara one on one. Já. Er þetta ekki svona símsvarar og eitthvað? Nei, og svo er þetta líka símsvari sem er bara annarkort segir hún þér einhverja erotíska sögu eða er bara að nánast að stunda sjálfsfróðun í síman, sko. Já, ok, ég skilji. Þetta er... Já, það er margt þarna og svo er líka eitt ógeðslega sniðugt þarna. Nei. Uppáldið mig? Ég var að vinna á Rauðatorginu í mörg ár. Þú getur ekki unnið þér svona, ég get alveg lofað þér. En er þetta sem sagt fréttur það að það eru fleiri karlmenn sem eru núna að komur í svona síma, já. Þannig að þetta fara að snúa svolítið þannig að það eru fleiri konur að hringja inn. Já, og líka kannski karlmenn í aðra karlmenn. Já. Það er nú allt... Það er ekkert af því. Nei, og það er allt opið fyrir það, sko. Þetta væri svona jobb sem ég væri til að vinna með skóla. Nei. Já. Ég held að þú getur svona með fullri virðingu fyrir þér og þér sem kynveru, þá held ég að vera ekki góður í þessu. Jú. Það er yfirleitt svona gæjar eins og ég í þessu, svona litlir og feitir og krullóttir sem að ljúga því þessu háir og dökkarir. Hvernig myndir þú lýsa þér? Ég myndi lýsa mig sem háum. Ég er 1.80. Ok, ég er að hringja bara. Það er bara, þú svarar. Sindri. Sindri, sæll og blessaður. Auðun heiti ég. Í hverju ertu Auðun? Ég er ekki í neinu. Wow. Og ég er búinn að vera eitthvað svo skrítin í allan dag. Nú, af hverju? Það eru svona sindrandi tilfinningar sem að fara frá toppi til táar. Já, ok. Spennandi. Og taka alveg vinstri snúningi miðinni. Og ég finn bara hvernig blóðið rennur úr höfðinu á mér og niður í miðjuna. Já. Og nú er ég að hringja í fyrsta sinn, sko. Ég veit ekki hvað ég á að gera. Og ertu nýr? Já, ég er nýlið. Í hverju ertu? Ég er í gallabuxum og ból. Þröngum gallabuxum. Nei, ég er svolítið pókalegar. Pókalegar? Já, pókalegar gallabuxum. Það þarf að gefa... Það þarf að gefa fermingabróðurinnum pláss. Rendur niður buxnu, klöfu niður. Akkurru? Að mér langar svo að viðrann. Nei, ég veit hvað. Já, þetta er eitthvað svona. Af hverju varstu að hringja þá? Ég veit það, maður. Ég get ekki rætt þetta af þig. Ok, ég gef þér það að röddin, hún er skárið en ég held í þessu. Þú ert með lína rödd í þessu. Þú segir þann tíma. Já, en þú átt ekki að fara beint í þetta, skilur. Ég var að segja með saman, þú átt að taka í tíma í að vera klæðið úr og svona. Já. Annars er þetta alltaf stutt. Já, þú ert ekki strax allsber, þetta er bara svona. Og ég er að reyna að tósa niður um mig. Nærbjössunar. Já, ertu í einhverju vesinni með það?
Ég hef aldrei gert þetta áður svona. Ég er að reyna að fara úr nærbuksunum án þess að fara úr buksunum. Wow. Jæja, herðu. Og það er allt blóð úr líkamannum á einum stað. Já, skemmtilegt. Ég Giskaðu hvaða stað það er. Þetta komið gott hér af símavendi en allavega þá vitið þið það, kæru hlustendur, að það er gríðarleg aukning. Skulum fá eitthvað hressandi lag, svona áður en ég fæ ógeðisroll. Púrri. David Guetta ásamt einhverjar síu vinkonu sinni með lagið She Will Falling to Pieces. Það er svo skemmtilega til að myndbandi við þetta lag er einmitt tekið upp á Íslandi. Sáðu það daginn? Nú, flott vídeo. Já, ok. Það er orðið mjög vinsælt að taka upp vídeo hér. Já. Það styttist í að við Sveppi gefum hér 6 miða á landsleikinn og við ætlum að gefa fólki, við ætlum að veluna fólk fyrir að hlusta á þáttinn hér eftir. Komum betur inn á það eftir svona cirka 5-10 mínútur. Já, Þá er að gera að vera staddur í umferðin og vera að hlusta á FM 957. Já, það er eina sem þú þarft að gera. Þá ert á leiðinni frítt á landsleikinn á eftir. Já. En það er orðið gríðarlega vinsælt núna í fjölmiðlum. Maður er byrjað að sjá út allt, það er byrjað að auglýsa jólatónleika. Já. Gríðarlega. Já, Frostrósir er að vera með tónleika og Baggalútur og Björgvin Halldórsson alltaf með sína tónleika og þetta er komið út allt og ég var að ræða við Sól og Hólm hérna í gær að ég væri virkilega til í að halda mína eigin jólatónleika. Já. Og það yrði viðbjöður, væntanlega. Já. Þar sem ég kann ekki að syngja. Ekki nema ég verði með fullt af góðum gestum. Er ekki megnið þessu hvort er helber viðbjöður? Nei, þetta er Ég er að tjalla. Þetta eru fallegi tónleikar allt saman. En við ákvaðum með smá aðstoð hérna hjá strákunum sem er að vinna með okkur að búa til svona trailer fyrir mína jólatónleika. Já, ef þú værir að fara. Já, ef ég væri með jólatónleika núna í desember, þá myndi trailerinn hljóma einhvern veginn svona. Tjekkum á þessu. Eina sem ég... Kæru landsmenn, þá er komið að því. Fjölmiðlamaðurinn og frostpinnin Auður Blöndal verður með sína árlegu jólatónleika í Hörpunni föstudaginn 14. desember. Þú? Og heldur svo norður á land og verður í Hofi laugardaginn 15. desember. Er ekki allir í jólastuði? Auður mun syngja öll sín uppáhalds jólalög. Jólasveitin er að koma í bæinn! Jólasveitin kemur í kvöld! Segja skemmtilegar jólasögur og æsku sinni ásamt því að fá til sín góða gesti. Er þau nema það? Ég sem þeir eru búin að biðja Gameboy jólagjöf frá foreldrinu mínum en ég fæ leik í Gameboyinn minn áður en ég sé Gameboyinn. Þannig að ég veit strax hver aðalgjöfin var. Af því ég var búin að sjá að ég var að fá leik í Gameboyinn. Og eins og í fyrra endum við þetta á þríeykinu Audda, Sveppa og Valtý Birni sem færa þér jólin. Heimsumbo Helgeru jól Þú signuð mæ Són Guðs ól Meinvill í myrkrinu lá Síðast komust færri að en vildu. Miðapantanir í hverjum er ekki drullu sama @jólatónleikar.is. Miðasala í hverjum er ekki drullu sama @jólatónleikar.is. Tjekkið á þessu. Þetta væri fullkomið. Það myndi að fylla húsið. Þvílík stemming, jólasögur og ég veit ekki hvað og hvað. En við heyrum núna alveg auglýsingar og Sveppi, þú ert að fara að henda þér út í umferðina að gefa miða landsleikinn. Ég er til, já. Það er eins gott að þið sem er að keyra hér Miklabrautina séð með stilt á FM 95 Blö. Hey þú, já þú, viltu næla þér í splunkunni á iPhone 5 síma? FM 957 og 1011 í samstarfi við eSíman.is vilja gefa þér iPhone 5. Endur í næstu verslun 1011 og keyptu Stimmuról og þú ert komin í pottinn. 5. 1. nóvember verður síminn dregin út í beinni útsendingu hjá Heiðari Ausmann. Einnig verða gefnir frábæri aukavinningar frá Stimmuról. FM 957, 1011 og eSíman.is. Í dag er þriðjudagur. Það þýðir að það er þriðjudagstilboð hjá Dominos. Þú sækir miðstærða pítsu með 3 álagstegundum af eigin vali fyrir 1000 krónur. Pantaðu þitt þriðjudagstilboð á dominos.is eða í síma 58 12345. Ný hleðsla í Fernu. Byggðu þig upp með 100% íslenskum próteinum. Lífið er æfing. Taktu á því.
Viltu hollan mat með innan við 450 hitaeiningum, lítilli fitu og innan við 2 grama salti? Betra lífréttirnir frá 1944 fást í næstu verslun. Veldu betra líf með góðum mat. Þær koma í friði. 2200 milljónirnar í Víkingalottóinu. Svo fyrsti vinningur tvöfaldur. Víkingalotto, alltaf á miðvikudögum. Í dag Atlandsolíudagur. 7 króna afsláttur með dælulyklinum. Mundu dælulykilinn. Atlandsolía. FM 95 Blö. Á FM 95. Við kynnum nýtt tromp með lakrísborða í ljúffengum súkkulaðihjúp. Trompaði daginn, fáðu tromp. Vantar þig hágæða fæðubótaefni? Kíktu inn á perform.is. Frí heimsending allt land. Perform.is. Snillingur hér á ferði sem heitir Ásgeir Trausti með lagið Leyndamál. Þessi plata virkilega góð, enda selst hún eins og heitar lummur. En við Sveppi vorum búin að lofa að gefa miða á landsleikinn og já, stuðpinninn Sverrir Þór Sverrisson ætti að vera komin út núna í umferðin. Ertu þarna, Sveppi? Ertu þarna? Hvar ertu? Ég starti hérna Miklubrautinni, sko. Já, það heyrist þú að skríti í þér. Aha. Já, þarna heyrist betur í þér, ok. Ok. Þú ætlar að fara eða ekki á rauðu ljósi, að fara á rauð ljós. Það náttúrulega rauð ljós hérna núna. Það er gríðarlega mikil umferð. Ok, glæsilegt. Viltu ekki bara... Það er enginn að flauta en eitt á mig, sko. Nei, ég veit að við erum ekkert búin að biðja flaut, sko. Það sem þú ætti að gera er, þú ætti að fara bara á gluggann hjá einhverjum bílum og kíktu á hvað er að hlusta í útvarpinu. Og ef það er einhver að hlusta FM 957, þá gefur þeim 2 miða á landsleikinn. Ok. Við erum rauð ljós hérna, sko. Já, og hoppa á okkur bíl. Ég er að hlupa, það er ennþá rauð. Það er komið grænt núna. Ég ætti ekki að íta á takkan. Já, íta á takkan eins og setja bara lappi yfir. Já. Ok. Hvernig er Það er hún umferð, maður. Já, er ekki Jöfnlega er eðilegt að vera í umferðinni núna, maður. Já, það er líka margir á leiðinni heim og vinnu, klukkan rúmlega 5 og svona. Já. Margir að fara upp eftir og margir að fara niður eftir. Já, skemmtilegt. Það er mjög gaman að því nefnilega. Hérna er þetta hjóli. Já, og fullt af fólk að fara í strætó líka. Já, margir í strætó. Það er komið aldrei kalt þegar sú gulla er að fara að setja, sko. Þá er hérna, þetta eru 2 gamla konur. Já, er það opna bílinn. Er þið að hlusta á FM? Ekki? Sittu á FM, gamle. Þið aldrei hraðist þetta. Hún lokaði bara á mig. Nú, jæja. Hún skellt á mig, maður. Ekki að hana með þig gamla? Það gata þeirri, maður. Sko, það er hérna... Þetta er eiginlega ekki hægt, sko. Nú? Það er ekki hægt að stoppa umferðina. Já, ok. Er rauð á ljósi alltaf stutt, eða? Já, það er nefnilega mjög stutt, sko. Ég er bara inn í strætóskilinu. Það verður einhver 8 klukkan. Já. Það sem er að hlusta, það verður 8 klukkan, sko. Já, og þú kemur hlaupand og hendir með honum inn, eða? Já, og hérna, sko... Ok, Sverrir Þór... Hann verður að botna FM, sko. Hann verður að botna FM. Já, Sverrir Þór Sverrisson er stattur á Miklabrautinni með 6 miða á landsleikin Íslands-Sviss. Og... Er einhver búinn að opna klukkan? Það er einhver búinn að stoppa. Já. Heyrðu! Það er komið! Já, ég heyri þér út af hérna. Ég veit ekki hvað það er, til hamingju. Ég verður að hlusta FM og fá 2 miða á landsleikin. Ætlaði að mæta? Ánægði með það, maður. Til hamingju. Hér í sigurvegarar. Þau maður alveg rosa hressmaður á leiðin á landsleik. Já, þarna fenguðu 2 miða, eru fleiri þarna? Já, hann stoppaði, hann gerði bara upp á kant hérna, sko. Já, þarna er verið að flauta á þig. Já, þetta er leiðilegt alltaf fyrir þá sem er að fara. Þetta er einn alveg á rosa fínum jeppamaður, en hann stakk með af, sko. Já, fyrir ykkur sem er að hlusta og er að... Já. Þeir eru að hlusta til hamingju. Að banna reik í bílnum, já, ok, áfram. Er það reik í bílnum? Já, auðvitað maður. Fólk er bara að gera því glaðan dag hérna, sko. Fólk er bara að mökka í bílnum og fá frít á landsleikinn, maður. Ég veit þetta gaman. 4 miða. Það er nefnilega versta sko að ég er nefnilega vitleysu megin. Ég ætla að fara hinum megin. Já, farðu yfir. Við eigum ennþá 2 miða. Já, það eru 2 miðar eftir. Ok. Ég er að fara yfir, sko, þannig að ég ætla að gefa einhverju sem eru á leiðinni upp, veitu. Já, við fíla það. Það er svolítið þannig, sko. Ok. En hvað voru þið mörg í bílnum þarna sem voru að mökka? Þau voru 2. Já, engin börn. Nei, engin börn og þau litu nú ekki út fyrir að vera íþrótta áhangjandi, sko. Nei, allir skemmta sér leikinn. Þetta er píanómaður, nei, það er frændi minn. Ok. Sko, nú er ég komin hinum megin. Já.
Og ég á 2 miða, svo nú allt farið að orðið vitlaust hinum meginn á göttunni, sko. Allir farið til að flauta hinum meginn, sko. En ég komin yfir, maður. Já, þannig Þetta bara vissinn. Þið sem eru að hlusta. Já, hver að hlusta að vera að botna klukkan og botna hérna, sko. Já, og það semst reglan hefur Miklubrautinni. Ég veit alveg, rómandi fyrstfæð. Til hamingju verðagalið. Já, með útvarpið í botni, maður. Já. Það var eitthvað einn, hann pottið að fara að draga einhvern með sér á leikinn, sko. Já, glæsilegt ára, hann kom með stefnumótur í kvöldi. Ég sá það líka á honum. Já. Hann var ógeðslega ánægður með þetta. Glæsilegt. Hann var líka á ódýrum bíl, sko. Þetta ekkert gæi sem eitthvað að splæsa sér landsleik, sko. Nei, hann á leiðin á leikin núna hins vegar. Ó já, fríst af því að Sveppi Krull bjarga honum. Það voru 6 miðar farnir á landsleikin. Við þökkum öllum fyrir sem voru að hlusta á Miklubrautinni og þetta bara sýnir, ef þú ert að hlusta á FM 9 blöð Miklubrautinni, þá verður við velum maður. Já, þá ertu bara í góða málum, sko. Glæsilegt, upp í hús með þið. Stemming alltaf á Miklubrautinni blöð. Já, eru margir bílar? Já, það allt stappað hérna, sko. Ég geti verið hérna í allan dag. Já. Það verður að flauta á kallin, ég ránaði með þetta. Já, flauta á Sveppin. Við erum að tala um það eru skvísur að flauta á kallin. Að sjálfsögðu, þú þekkir þetta. Ég veit þetta gaman. Þetta hressandi, þá eru miðarnir okkar farnir út, 6 miðar á landsleikin. Þökkum öllum fyrir sem er að hlusta. Herðu, gott upp í hús. Það er gott. Glæsilegt, þá erum við búin að gefa 6 miða. En við hvetjum að sjálfsögðu alla til að drífa svo leikin. Ég held að séu nokkrum miðar ennþá til á leikin. Hann byrjar 6:30 og já, ég held að séu komnir 9.000 miðar seldir. Þannig að gera, drífa sig, það þarf að fylla hana völl því að já, þetta verður veisla. Áfram Ísland. Hér með Spacebound, virkilega flott lag hér á ferð. Hann svo súkulæði. Já, hann töffar. Fílar ekki Eminem með það? Jú. Ég held að hann sé... Ég hef aldrei keypt disk, sko. Ég hef keypt disk. Keypti diskinn sem þetta lag er á. Virkilega góðu diskur. Já, Eminem töffari. Ég fíla hann, sko. Já, ég fíla hann, sko, en ég kaup ekki diskinn einhvern veginn. Ég veit ekki hvað er að með það, sko. Já, hvaða disk keyptur í síðast? Er þetta ekki allt downloadað bara núna? Nei, reyndar ekki. Ég kaup alltaf íslenska diska. Já, ok. Íslenskt já, takk. Íslenskt já, það voru mikið þannig, sko. Já, ég er með Ásgeir Trausta í bílinn. Já. Það er ógeðslega góð diskur. Það er ekki kallt. Ég held að maður mætti hafa bílinn í gangi. Þægilegt fyrir hann. Þessi var góður á mér. Já, en ég var að lesa þetta vikuna, sem er svona mín önnu biblía. Lesa það blað mikið og skemmtileg blað. Og ég var að nú er fólk mikið í átæki núna á Íslandi. Já. Allir að koma sér í form og svona. Já, það er þessi tími ásins. Já, og styttist í jólun og svona. En það eru megrun og kúra. Ég var að spá fjallum þetta í slúðrinu, en ég var með svo mikið slúður. Ég ætlaði að lesa fyrir svona 3 kúra. Já. Því ég hef aldrei heyrt aðra eins vitleysu. Hérna eru sem sagt frægar söngkonur og leikkonur að segja frá svona sínum megrunarkúrum sem að virkaði fyrir þær. Okay. Og ég ætla að byrja að segja hérna til dæmis frá Madonnu. Já. Hún hefur verið tengd til kúr sem kallast Air Diet eða loft bara megrunin. Já. Eða loftkúrin. Franska tímaritið Grazia fjallaði nýjasta æði til þess að grennast og kúrin gengur út á það að gera allt nema borða matinn sem sé koma á honum fyrir á disknum, skera hann, halda honum upp á munninum og þefa honum án þess að taka bita. Það sem er leyfilegt að borða á kúrnum er súpa búin til úr vatni og salti og Madonna jók á vinsældi kúrsins með því að pósa fyrir Dolce & Gabbana árið 2010 þar sem hún sást halda á mat og þefa honum. Nei. Það vitleysa er þetta. Það er kjaftaði, þetta er kjaftaði, sko. Já, þú ferð ekki að megrunarkúr með því að, sko, í fyrsta lagi, ef ég var í megrun, þá myndi ég ekki vera að leika mér að búta niður matinn og vera með hann á disk og ekki borða hann. Nei, þú veist, live a little. Já, og hvað græðir að því að þefa þessu? Já, einmitt. Þetta er viðbjörn. Svo er Megan Fox hérna. Þetta fannst mér líka, ég ætla að lesa hérna Beyoncé-kúrin. Hann er líka mjög steiktur. Hún er voða huguleg. Já, hún notaði víst Master Cleans-kúrin til að missa 10 kíló fyrir hlutverk sitt í kvikmyndinni Dreamgirls. Já. Þeir sem fylgja kúrnum mega ekki borða fasta fæðu í 10 daga, einungis fljótandi fæðu, límonaði vatn og hægðarlosandi er á matseðlinum. 4 bollar af saltvatni á morgnana, bolla af hægðarlosandi jurtati á kvöldin og 6-12 glös af límonaði yfir daginn. Límonaði verður hins að vera búið til úr ferskum sítrónusafa, hlinnsírópi og kajanpipari og vatni. Já, þetta er kjaftaði. Já, ég myndi frekar vilja hafa mig á loftafittu heldur en að borða. Hver býtli svona kúra? Þetta er svo mikið kjaftaði maður. Þetta er bara viðbjör. Hvaða kúr, þú tókst nú þær daginn, hvaða kúr fórst þú á? Varst þú á vatnakúrnum? Nei, ég fór nefnilega. Þú fórst nú hins vegar einu svona laxakúrin með Ævar Gudmundsson. Já, ég og Ívar. Já, þú og Ívar Guðmunds áttu bara lax. Það er eiginlega sama ruglið og þetta, sko. Já, það er sama ruglið, sko. Já, varst ekki tónum þreyttur á því? Jú, þreyttur, Guðmund, almáttur. Ég satt út í bíl bara, ég geta grafið lax eins og fáið þið.
En hann virkaði, það bara, veist það, hann virkar alveg sko. En ég fekk öll kílóin aftur. Veist, ég misti 5 kíló á viku bara með að éta lax. Ég átti alltaf havragraut á morgnana og svo 80 grömm af laxi 5 skipti við daginn. Í 5 daga. Það segir sér sjálf þetta kemur aftur. Er það ekki? Jú. Nema þú sért ekki fáviti. Af tvennu slæmið, þá færi ég samt frekar á laxakúrun heldur en eitthvað að fara að drekka hægðarlosandi og jurtati. Já, eða þefa matnum að því að þarna veist, að því að lax hann hefur allt sem að þú þarft að fá. Prótein og svona í honum. Prótein og fín góð fita, omega-3 fitusýrurnar og þetta sko. Já. Þú heyrir kallinn, ég þekki kúrin. Ég heyri það, þú fylgst vel með Ivar Goodman. Já, en þetta veist, þetta kjaftaði sko. Þetta bara verður bara venjulegu maður og ekki vera fáviti. Já, ekki éta of mikið og hreyfðu. Það er ekki svona basically það sem er best að gera. Já, farið í göngutúr, skilurðu. Já. Hlöftu. Þú ert svolítið í badmintoninu, þegar ekki? Ég fer í badminton 1 sinni í viku, fótbolta 2 sinni í viku. En það sérðu kallinn. Já, það er svolítið búið tálgast að þér. Það voru kannski ekki áhugaverðustu meðrunarkúrarnir, en ég bara var að lesa þetta á hann, ég fór næst í vont skap, sko. Það er ekki hægt að hvetja til þess að fólk sé að þefa matni sínum og drekka hægðarlosandi til að koma sér í form. Það er eins og að vera pítsusendil. Já, mátt ekki smakka. Það er eitthvað sem ég hef ekki getað. Jó, maður verði búin að geta sér pakk satan náttúrulega niður á pizzahúsinu. Svona, sko, það er mjög svipað að vera pizzasendill og kynsjúkdómalæknir. Nú, af hverju, herru, já, þetta er hressandi. Skulum fá hérna smá Alex Clare með lagið Too Close. Svo ætlar hún að koma hérna í smá spjall til okkar hún Anna Svava, en þau eru einmitt að fara á svið annað kvöld. Skiptum fyrir veturinn. FM og dekkjahöllin ætla að bjóða efnumhlustendum upp á umfelgun og eða dekkjaumgang á bíli. Við hvetjum til að skráðu til leiks á heimasíðu FM 957. Heiðar Austmann dregur út vinninga á hverjum virkum degi til 27. október. Mánudaga til 5. daga gefum við eina umfelgun á dag og á föstudögum gefum við nýjan dekkjaumgang undir bílinn ásamt 30.000 króna bensínkorti frá OBR. Dekkjahöllin býður þér mikið úr að gæða dekkja á betra verði á þjónustustöðum sínum á Akureyri, á Egilsstöðum, Skeifunni 5 og nú einnig í Skútuvogi 12. Dekkjadagar á FM 957. Síminn hitar upp fyrir Airwaves með tónleikum á Factory alla miðvikudaga. Á morgun spila Retrobolt, Berntsen og Sigur. Ókeypis inn meðan húsrúm leyfir. Síminn. Kjóstu frumvarp að nýrri stjórnarskrá 20. október. Nýttu kosningaréttin. Hann skiptir máli. Þú skiptir máli. Sans.is. Af hverju að vera með snjallsíma ef maður þarf alltaf að vera með áhyggjur af notkuninni? 10 gigabæt á stærsta 3G neti landsins fyrir 500 krónur. Á hvaða 3G neti er þú eiginlega? Tal. Svona á samband að vera. 20. október fer fram kosning frumvarp að nýrri stjórnarskrá. Þú getur haft áhrif. Þitt atkvæði skiptir máli. Sans.is. FM 95 blöð. Á FM 95. Við kynnum nýtt tromp með lakrísborða í ljúffengum súkkulaðijúb. Trompaði daginn, fáðu tromp. Frábært úrval af hágæða fæðubótaefnum frá Optimum Nutrition. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi. Þeir eru að hlusta hér á FM 95 blöð á FM 957 og við sveppinu konum með góðan gest. Þetta er góð vinnur þáttarins og heitir Anna Svava, vertu velkomin. Takk fyrir. Það er langt sinni ég sé þig. Já, sömuleiðis. Þú er ekki verið hérna í ansi langan tíma. Nei, af hverju það? Ég veit það ekki. Nei, það er kannski Það var eins og að vanta konur hérna inn á FM. Já, sko, Anna Svava og Helga Braga hafa verið duglegar að koma. Já. En svo, hún var reyndar hjá mér daginn og Sigrún líka sem gestastjórnandi þarna. Það var hressandi. Svakalegt í fínn úlpu. Já, takk. Þú ert svolítið arti í fötu núna, Anna. Já. Ertu svona arti típa? Ég er bara að reyna að klæða mig í lífleg föt, það er í betra skapi. Já, það er mikið að litum hana höður. Já. Hvar verslarðu fötin, Anna? London. Það er ekkert flóknara. Já, vinkonum sem býr í London, ég fer alltaf svona... Reglulega? Nei, kannski einu svona árið eða 2 svar. Og færðu Oxford? Já, og svo klæðum við okkur í svona joggingala. Og er með svona, hvað heitir þetta, tengdamömmu, það er svona taska á hjólum. Já, sem rúlar. Já, og svo bara, þú veist, fyllum við þetta bara. Já, það er og það er H&M, All Saints. Já, bara allt, þú veist. Ræmark líka. En á Íslandi, hvað er þetta að versla fötin á Íslandi, Anna? Búið sjálfdan, þá fer ég bara, veitu, hvað var ég að kaupa daginn? Bara eitthvað, kringlunni. Það er ekkert spes. Nei. En hvað er að frétta þess sem þú varst hérna hjá okkur síðast? Hvað, veitu... Svona, þá er ég að tala um ástamálun, ertu komið mann? Er þetta að hitta eitthvað? Já!
Sko, þú ert með þvílíkt sólheimaglott í þvílíkt sömmerfötum. Það er alltaf, hver er sá heppni hana? Ég veit ekkert hvort að ég vilja tala um það. Nó, ok. En hann er mjög heppinn. Já, virkilega heppinn. Og hvað er það eitthvað nýlegt eða? Já, það er mjög nýlegt, en það gengur mjög vel. Já, ok. Og ég held að ég er eftir að hitta hann rosa lengi, sko. Nó, er þetta bara sá rétti? Ég held það. Þannig að við erum að koma með rándýrslúður hérna í FM 95 blöð. En gaman. Hann er kokkur. Það voru að tala í mikrofóninn. Og hann er kokkur. Já. Og hann er búinn að elda fyrir mig. Og búinn að kaupa mat í ískápum minn. Það er ekki þannig. Þú er búinn að náður í kokk. Það var alltaf bara naglakk í ískápnum mínum. Eldri, yngri. Hann er 2 árum eldri en ég. Já, fínt. Búinn að náður í eldri mann. Já, ógeðslega gamall. Hvar er hann kokkur? Hérna... Getur þú sagt það? Nei, ég vil ekki segja það. Nei, í miðbænum. Hann er að gera bát á nonna bátið mig. Út af því að pappir í útlöndum ég eftir að segja honum í sem komið gerist það. Já, ok. En má ég spyrja hvað þið kynntuðist? Bara á djamminu. Nó. Varst að draga hann með þér heim blindfull? Nei, ég leta bara fyrir símanúmerum mitt. Já. Svo hringdi hann. Já. Hressandi. Veitu þú heyri, það er ennþá hægt að kynna stelpum á djamminu. Já. Meiri sé á staðnum þínum. Nú, hver er staðurinn minn? Austur! Varstu þar? Það var bara út í að var rigning og ég var á Hótel Borg í Brúðkaupi. Já. Og ég lappaði yfir. Já. Og þá byrjaði hann bara að dansa mig. Veistu að þetta er bara að hitta konu sem er nýkomin úr Brúðkaupi sem gestur. Já. Það er... Easy target. Ég veit það. Easy target. Það er ekki með hún eins og Anna Svava búin að vera ein í 30 ár. Nýkomin úr Brúðkaupi, langar virkilega að kynnast einhverjum, þá er þetta bara draum. Ó, já. Nei, ég segir svo. Hvað hérna, byrjaði bara að dansa við þig? Já, hann byrjaði bara að dansa við mig og hann hérna held ég heiti Helga. Nó, hann vissi ekki að vera celebrity. Nei, hann nýflutur heim á Danmörku, hann búið þar í 12 ár. Já, ok. Og þú kvíslaðir honum, ég skrifaði skaupið. Og það brætti hann. Ég sagði hann ekki frá því. Nei, gott hér. En er hann búinn að komast það núna og sett grínisti? Væntan, já. Já, hann sérst kom til mín á fyrsta deiti hann á þriðdeginum og sagði að hann hafði googlað mig. Ok, vandræðilegt við sem að tala um þetta. Nei, já, þetta er ógeðslega gaman. Við fáum svo sjaldan stelpur hérna, maður. Já, og þá sagði hann, ég var að googla og ertu leikona? Ok, já, þetta er, ég held að gera ekki flesti þetta í dag, eða kynnast einhverjum, þeir googla hann eða fara að finna hann á Facebook. Jú, maður verður að gera það. Já, til að sjá hvort það sé einhverju viðbjöður. Ég meina, hann hefði getið verið litlar henni í 12 ár, skilur. Já, en búinn að taka þá sinn dóm. Já, búinn. Þá er hann orðin saklaus aftur. Já, en það var ekki. Nei, en hvað, googlaði þú hann? Já. Ok, og hvað, var hann að vinna sem kokkur bara hann í Danmörku eða? Já. Nú, en gaman maður. Já, þar heyrið það, kæru hlustendur, Anna Svava. Ætlar hann að koma á stand-upið á morgun? Nei, ég vil það ekki. Akkur? Bara, hann kemur bara setna. Ekki fæla hann burt strax. Hann skilur alveg íslensku ennþá og svona? Já, smá, hann með tala með þeim. Nei. Nei, hann kemur það. Þetta er skemmtilegt, sko. Alltaf eitthvað nýtt að gerast. Þetta er eftir Abbo núna. Já, nú er ég pínu Abbo. Við vorum svona single friends. Ég veit það. Þannig að þetta setur press á mig. Ég veit. Ó, já. Varstu í leðjakkanliðnum? Svo varst í þarna daginn, þú varst á... Nei, varst að koma úr brúðkaupi, ekki varst í leðjakkan. Nei, ég var í rosa blómóttum kjól og silki og búin að fara í förðun og svona. Já. Öllu til tjaldað. Já, öllu, sko. Og svo bara stefnum bótt strax þriðjudaginn eftir helgina. Já. Glæsilegt. Men hvað er svona meira fyrir þetta? Þú ert náttúrulega þeirra að fara að vera með stand-up á morgun. Já. Þú ert að fara í miðið Ísland. Ég átti ekki að segja það. Þegar þú sagði hvað er að frétta, ég átti að plugga. Já, en það kom bara, hvað er að frétta? Það kom bara svona bros. Við sáum það strax að hann var eitthvað mikið að frétta í eikalífinu. En þið eru að fara á stóra sviðið, ekki? Já, við vorum í fyrra á stóra sviðinu og það var svo ógeðslega gaman. Já, þú var með Ísland. Stóra sviðið í Þjóðleikhúsinu. Já. Já. Og þarna núna erum við öll með nýtt efni. Já. Og erum með svona korti 20 mínútur á mann og Jóhann Alfreði kynnir. Ok. Björn Bragi ekki lengur með ykkur? Jú. Nú er hann bara með sitt. Já, ok, hann er ekki kynni lengur. Nei. Ég hugsa að leiði svona, herru, hérna, Jóhann, þú voru bara kynni núna. Já, ætlum að hleypa Björsa betur inn í þetta. Já, ok. Þú veist, hann kemur miklu ofta fram úr kynnir. Já. Já, þau hefur meiri séns. Já. Betra. Og ekki eins mikil pressa á þér að vera fyndin. Nei. En þið eru ekki að fá einhverja lúða núna frá Finnlandi eða Svíþjóð eitthvað eða? Nei. Er þetta ekki bara íslenskt játak? Já, bara það er allir teknir fyrir, sko. Þetta er mjög svona mér finnst þetta allan ólíkt í fyrra að við tökum svolítið mikið af svona, þú veist, fólki sem er þekkt og drullum yfir það. Já, það er alltaf fyndið. Það er að taka það núna? Já. Allan ég og Bjössi vorum að eiga okkur aðeins í ger. Nú, já. Auði er auðvelt target. Já, það er
einn brandarinn þinn. Já, ok. Þetta er hann. Hann mjög fyndinn. Það er frá Bjössi. Ég man ekki hvað hann að segja, ég man ekki hvernig brandarinn er. Nei. En það er eitthvað með svona, hann er að tala um eitthvað svona samlíkingu og svo segir hann, já, það er bara eins og Öddi með pottlöki á djamminu, ég man ekki segir eitthvað svona. Já, er að gera grín þessi sköllóttur með kífi í hausinn, eða hattinn. En við ætlum að fara núna í Let Me Love You með Neo og svo ætlar Anna Svava að segja okkur 10 hluti sem við vissum ekki hana. Ertu tilbúin í það? Já, mjög. Það ekki? Við erum strax búin að, við erum konum með 1 hlut. Já. Hún er byrjað að hitta eitthvað danskan kortir hamingjána. Nei, alveg, þetta er æði. Ég veit það. Ég ætla að ringa pappa henn og segja hann þetta sjálf. Ok, gerð það. Neo eða Neo með lagið Let Me Love You og já, talandum að Let Me Love You þá erum við með eina ástfangna túrtildúfi hér í stúdíónu við Sveppi. Við erum með lítið fyririldi. Já, hún heitir Anna Svava og já, Hún heitir Anna Svava og er Knútsdóttir. En Knútur, hann veit ekki alla sannleikann. Þú þekkir samt pappa? Ég þekki kallinn sko. Og mömmu hérna. Þekki mömmu hennar. Ok. Hún er leikstjóri. Já. Leikstjóri mér einu sinni þegar ég var, 13 ára eða eitthvað? Nei, ég var orðinn 18 eða eitthvað. Já, 17. Ég veist það ekki. Lík smaladreng. Til dæmis svona einn af þessum hlutum sem að enginn veit. Nei, en talandi hluti sem enginn veit þá ætlar Anna Svava mitt að segja okkur núna 10 hluti sem fólk vissi ekki hana. Þetta er liður sem er hérna hjá okkur í FM 95 Blöð. Við erum allir búin að, sem að stjórna þættinu, búin að segja frá 10 hlutum og nokkri gestir líka og Anna, erst þú tilbúin með 10 hluti sem að fólk vissi ekki Já, má þetta vera einn aðeins samt? Að hvað? Með Sveppa og mömmu. Já, Sveppið ekki mömmu þína? Já. Já, æðislegt, það eru þetta allt svona skemmtilegt. Einn hluti sem þið veitir ekki mig, Sveppið ekki mömmu. Já, æðislegt. Ok, það má alveg reitt. Varstu bara með 9? Já, ég var bara með 9. Já. Ok, má ég byrja? Já. Númer 1. Ég var að ferðast með sirkus í Danmörku. Ég kannski sagði það einhvern tímann. Nei, ég vissi þetta ekki. Nei, þegar ég bjóð þar, þegar ég var... Það er áður en að 3. löppin er tekin að þér, eða ekki? Hvað varstu að ferðast með sirkus? Hvað varstu bara... Við byggum í Danmörku, ég var 17 og vinkonum byrjaði með svona gaur sem hoppar upp á bræðu sína. Já. Ok. Hann var svona sirkusgaur. Já, svona 5 eitthvað. Það voru 5 bræðurnir og hann var þéldökkur og flottur. Og hún byrjaði með honum, þannig að ég byrjaði fekk svona að sofa í húsvagni með Valentino sem var svona feimleikagör sem kastaði einhverju konu og það var svona speglar í loftinu og partíkúla og hann var alltaf að smyrja sig í olíu í svona rauðum svona pingulitli sundskilu og við ferðumst bara á milli bæja og ég vaknaði á mótnan og voru fílar fyrir utan og... Nei, stemming. Það var rosa gaman. Anna Svava hefur ferðast með sirkus. Já. Það er töff. Númer 2, þetta er hundlegeld. Yfirleitt ég kem heim, þá fer ég alltaf strax á fötunum og í nattbuxur. Já, það er alveg sama hvernig þú kemur heim. Hvort sem það er bara klukkan 3 að degi til. Já. Ef þú veist þú ert að fara að vera heima, þá ferði í þægilegan búning. Þetta ger ég líka, en ég fer alltaf í stöðbuxum. Ég er alltaf í stöðbuxum heima á mér. Ég nenni ekki að vera á gallabuxum með einhverju heima. Nei. Þannig ég skil þetta. Já. Ég var fullt af hálfsískinum. Áttu fullt? Já, þú veist, ég meina, já, ég alveg 4 eða eitthvað. Já, en allsískinni? 1. Já, ok. Ok, þetta er kannski ekki skemmtileg staðrend, en... Hún er sann sönn og það veist ég þetta enginn. Já, það veist enginn og þetta er 4 hálfsískinni. Nema þau. Já, þau eru þetta. Kannski fjölskyldan sem vissi þetta, já. Ok, númer 4. Ég les rosa mikið. Já, hvað er þetta að lesa núna? Núna, já, 50 Shades of Grey. Já. Og ég er bara komin blasju 100, hún er svo gróf. Já. Og það er eitthvað svona með tannbusta núna. Já, ok. Já, ég er ekki búin að lesa hana. Nei, en þetta er eiginlega bara klám. Já, skilji. Er þetta ekki svolítið svona BDSM svolítið? Jú. Það er núna verið að tala um það hérna í slúðrunni að Mila Kunis komið til með að leika aðalhlutverki í bíómyndin eftir þetta. Ok. Já. Ok. Ok. En þú lestur og þú elskar að lesa. Nei, þú var í bókmyndafræði 3 ár og mér er skaman að lesa. Já, ok. Þú svona, þú elskar að koma heim til hendar og náttbuxurnar, heyra í hálfsískinniðinum og lesa góða bók. Já. Ok. Ég er, mér finnst matur ekkert sérlega góður. Matur? Já. Nei, en þú borðar náttúrulega blöð og hérna svampa. Tannkrem. Ertu ekki að hita kokk? Jú, það kemur málun ekkert við. Nei, ok. Ég er mjög matvönd og ef ég mætti ræða þá myndi ég bara, þú veist, til dæmis bara kókamjólk og fransbrauð, þú veist, eða bara ritskeks, bara svona 5-6 ritskeks, það dögur mig í klukktíma. Já. Ertu mikil brauðmanneskja? Nei, bara eitthvað, þú veist, barnamatt. Barnamatt? Já. Ok. Ég er bara algjör gikkur og ég er ekkert hrifin af mat, en mér finnst það alveg gott þegar ég borða það, en ég pæla aldrei í því. Nei, ég skilji. Ok. Já. Númer 6. Já. Sýklafóbía. Ertu með sýklafóbíu? Já. Þetta var mjög erfitt einu sinni. Ég got aldrei verið sund nema að labba bara á hælunum og setja stóru tanna í
Þú veist, eða verið einhverjum sérstökum skóm og leiklisskólinn var helviti fyrir mig. Þú veist, og því alltaf eitthvað svona kontaktspunna með einhverju fólki. Bráðþægilegt, allir sveittir og... Ógeðslegt. Og ertu ennþá með svona siglafóbíu? Nei, þú veist, ég er miklu skárri en ég geng alltaf með svona lítið spritt í töskunni og... Svona búin að heilsa einhverjum með sprittar, Já, og þú veist... Ef þú heilsa mér, ferðu þá í sprittið þetta? Nei, en ég þurrka mig kannski svona... Ég veit, þetta er bara ræðilegt. Og ég vil ekki, þú veist, og ég er ekki mikið fyrir faðmlög heldur. Nei, ég er nú sammálaðið þar. Svettið ekki það, snertifallin. Já. Svona vottafenni. Þannig ef einhver gefið til dæmis, ef að segjum og haldir að hálf lítra kók hérna og ég fæ sopa þér, þurrkar af stútnum? Nei. Nei, ok. Nei, en ég gerði það, skilur. Ég er búin að... Já, búin að skána. Búin að þroskast ofsalega mikið. Ofsalega mikið. Eftir að varst afstangin. Já, nei. Númer 7, ég er með ofnami, sjálfsofnami, þannig ég þarf að taka eina histasín á dag. Ok. Þannig ég er með svona ofsakláða og ég tek ekki töfluna og klóraði mitt blóðs. Æ. Þetta er þú. Hlærið það því, Sveppi? Nei, bara minnst þetta, nei, alls ekki þannig, haha. Nei. Já, veist, ég veit ekki. Það er allt í lagi, ég tek eina töfla og það er allt í lagi. Já. Ég er búin að vera svona bara í 7 ár. Já, með ofnami fyrir sjálfur. Já, eða bara segja ekki læknar það þegar þið viti ekki hvað er að manni, skiljið. Já, sjálfsofnami. Ég er búin að prófa að taka kveit út, búin að prófa að taka þetta út og fara í ristilspeglun og allt. Já. Það er bara eitthvað svona. Ok. En, meina, tek bara ofnistöflu. Númer 8, aldrei fengið kynnsjúkdóm. Já, ok, glæsilegt. En það er aldrei segja aldrei. Getur nú dótt í lukkupottin með kokkinum. Hvað er hann að koma með frá Danmörkum? Já, þetta er skemmtileg staðrið þarna. Mjög góð. Já. Og númer 9, þegar ég bjó í Afríku síðust sumar, þá í alvörunni, þetta er sko í alvörunni, hringdi ég heim með mömmu mína og sagði, ég var í ástfangin af Clement, sem er 4 ára. Ég var ástfangin á hann, sko, ég ætlaði bara að taka hann heim, nema hann á 3 systkini. Og ég hringdi í mömmu og bara, mamma, ég er búin að hugsa þetta, ég ætla bara að taka þau 4 heim. Ok. Það gerðist nú ekki. Nei, mamma talaði með því, sko, en það þurfti nokkur sem, mér fannst, og það voru 100 börn á þessu heimili. Ég meina 4, ég geti bara búið stofun hjá mér og Addi myndi bróðum mig, myndi kannski taka 1 og mamma 1 og ég geti verið með 2 og... Skiptst svona á Þú vildi bara koma með það heim? Já, og þegar ég kom heim, þá var ég náttúrulega fúl í mánuð, það hafði ekki gert það, en svo fattaði ég, þú veist, ég var alveg erfitt með að sjá sjálf á mig bara. Já. Þú veist, mamma hafði alveg rétt fyrir sig. Já. Já, þannig að þau eru svona basically betur stödd þarna úti í Afríku í hungursneiðu. Stofin á skólaverðstígnum. Já, ein hjá þér bara. Jæja. Kemur Svavar. En það var fallega hugsun samt. Já, mér fannst það bara, en ég styrkja hann þá ég ætla bara að heimsækja hann og svona. Ok, glæsilegt. Það er vel gert. Og númer 10, mögulega gæti ég hafa svo ég svepp einhvern tímann. Ég man það bara ekki. Ok. Númer 10, er það síðasta? Já, ég var ekki búinn með 10, þannig ég var bara að skálda eitthvað. Mögulega. Er þetta eitthvað sem þú kannast við, Sverrir Þór? Já, mögulega gæti það kannski hafa gæst, en ég man eftir að hafa farið í sleik við hana. Já, ok. Þetta eru 10 hlutir. Þetta verður vandræðilegur. Nei, mér get ekki verið saman hvað þeir að gera hérna, menna þeir ekki sem þætti, sko. Þetta voru 10 hlutir sem þið vissið ekki við önnursöfu. Til maður fá hér upp á hlægið hennar. Ertu nokkuð farinn? Það ekki að kveðja bara með okkur eftir? Já, tekur hlægið á leiðinni heim. Já, þetta hérna er, eitt gamalt og gott. Sko lónu, við þurfum ekki reglífa á leiknum í kvöld, en þetta er Rihanna með Umbrella. Vilt þú vera hrókur alls fagnaðar og bjóða vinnufélagunum í ævintýraferð fyrir bragðlaukana á Krúatæ? Á hverjum 5. degi í morgunþættinum Magasín? Gerðu leikinn skemmtilegri. Tippað á lengjuna. 1x2 við tippum. Nammi nam. Nýr og gómsætur matseðill. Nam nam. Enn einn ártúnsáða. Gerðu það gott með október tilboðunum í 10.11. 10.11, fljótlegt og þægilegt. Við kynnum sprengklægilegt tilboð fyrir áskrifendur í stöð 2 Vild. 25% afsláttur á einn vinsælasta gamanleik í sögu íslensk leikhús á sama tíma að ári. Áskrifendur fá miðan á aðeins 3.300 krónur í október í Reykjavík og í nóvember á Akureyri. Tryggðu þið miða í síma 5688000 fyrir Borgarleikhúsið eða í síma 451.000 fyrir Hof á Akureyri. Stöð 2 Vild er snillt. Þú ert að hlusta á FM 95 Blöð. Á FM 957. Við erum aðeins eftir að fara hér í lagi á leiðinni heim, en hún er ennþá hjá okkur hérna, hún Anna Svava og ætlar að kveðja með okkur. Hvað segirðu? Þú vorst með eitthvað sögu fyrir okkur úr brúðkaupi? Já, semst vinkon mín, besta, hún er búin að vera með sama manni í 15 ár þegar 2 börn. Já. Og ég og hann fengum þá hugmynd að
komin óvart og gera surprise leynibrúðkaup. Nó, var þetta þannig? Já. Ok. Þannig að þú veist, ég fór að gå út að borða með henni í hádeginu. Við vorum sko í 3 vikur, ég var fullri vinni í 3 vikur að skipuleggja þetta. Er þetta algengt að fólk fá surprise brúðkaup? Já. Það er ekki leggjandi á hvaða konu sem held ég sko. Nei. Nei, hún er alltaf snillingur, Rakel. Já, ok. Og þannig að við vorum búin að, þú veist, panta sal og mat og, þú veist, við gerði allt með konna, skilju. Ég fór og mátaði hringana og lit saumakjólina og panta bjóta börnin og hringi alla gestina og þú veist, það var bara... Þvílík vinna. Já. Vá. Svo, og bróður minn, svo var hann mækaður upp, sem sagt, brúðguminn minn, og bróður minn lá svona aftur, var búinn að fara að lána einhvern annan bíl, lá undir svefnpoka með kameru, og svo sagði ég eitthvað svona, var búinn að éta í hádeginu, ég alveg, heyrðu, þannig að ég er að gera stand-upinn í háskólanum, ekki bara koma með mér. Og hún kom og þar birtist hann, hún alveg, rétt áður hún hitt hann, hún alveg, hei, ég og Konni kynntust hérna, sagði hún eitthvað. Ég alveg, já það, ok, tjekka á hurðinni hérna. Eitthvað, og þá var hann þarna og sagði bara eitthvað svona fallegt, viltu giftast mér og lalla, hún sagði já, svo sagði hann, já, þarna úr því þú sagði já, ef við þá ekki bara að gera það í kvöld. Og hún, ég held hún hafi ekkert fattað þetta, hún var bara, já, hvað með pappirina, ekkert mál, og var bara eitthvað svona hlæjandi. Var hún í því eða? Nei, þetta var bara hressa fingurann. Já, hún held innstinni held ég að það ætti að gæsa hana, sko. Já, ég skilji. Og svo keyrðum við heim til bróður míns og hún okkur að fara hingað og ég bara kottaði sinn og það var bara hreindýra snittur og búið að renna í bað og kaupa nærföt og bodylotion og þú veist og þjónar, þú veist, vinkonu mín var búin að gera svolítið flotta mat og svo saumakonan á ferðinu og konan hún alveg bara var svona lítið skrítið svo byrjaði hann svona að taka saumakonan svona kjólinn úr pokanum, svona hvítan og þá bara er ég að gifta mig þá fatta hann það og svo bara allir dagar, svo kom bara ein stelpa frá þannig að Noregi, vinkonunnar og einn frá Danmörku og bara, og svo leiðin niður til þá var hann að keyra í bílnum þá var hann bara, ég var að stoppa í sjoppu ég bara, sjoppu, þú veist, við erum að fara í brúðkaupið þitt, skilju og hljópun inn og enn einn bara með brúðavendin í kjólunum allt, bara ég ætla að fá 10 raðar að lótó Nei. Jú, henni varst þú svo heppin, hún var alveg viss hún myndi vinna eitthvað og svo var þetta bara svo bara prestur og brúðkaup og veisla og partí geðvikt og Jónas kom hann á ritvélunum þetta var sko geðvikt brúðkaup Sveppi, gerð þú þetta fyrir mig? Ja, alla daga Findu bara Ég skal finna ykkur að geita hann það Þetta er nú að ég ætla að koma að róast Ég veit þú ert afmælisbarn Check this shit out Það var bara brúðkaup sem býður Þetta er góð saga maður Þetta er yndislegt Þetta er töff. Og óskuðu þeim hjartana til hamingju. Já. Og var þetta ekki skemmtilegt brúðkaup? Jú, þetta var æði og hringarnir passaði og skotni passaði og þetta var bara allt fullkomið. Geggjað. Þetta er töff. Já, ég fíla svona. Já. Annars var alltaf gaman að fá þig hérna í heimsókn. Takk að þið ætla að vera að koma og kíkja á okkur. Stend upp á morgun í Þjóðleikhúsinu, stóra sviðinu klukkan 8. Ég held að séu, þú veist, 500 meðar og ég held að séu cirka 50 eftir. Það er lítið, en það er næsta miðvikudag líka. Ég skilji, að gera að tjekka þessi inn á miði.is og verða sér út miða. Alltaf skemmtilega sýningar hjá þessum strákum og stelpum. Er þetta ekki bara eina stelpan á morgun? Já. Hjá þessu fólki. Við Sveppi þökkum kjalla fyrir hlustununa í dag. Við verðum mættir hérna á morgun, ég og PJ Sigfusion eða Pétur Jóhann Sigfússon í heljarinnar gýr. Ekki missa því, hann er hérna rétt og mættur hann Rikki og verðum með ykkur til 9 í kvöld. Hvað er lagið á leiðinni heim? Ég ætla að drulla mér á landsleikinn og lagið á leiðinni heim er vonandi eitthvað sem við gerum ekki eftir leikinn. Það er að grenja. Farið varlega umferðinni. Ég ætla að enda þetta á Guns N' Roses með Don't Cry. Það ætlar enginn að grenja til leikinn. Fíla. Vona að ég sjá sem flesta á leiknum og eftir. Takk æðislega fyrir hlustunni í dag og Anna, takk fyrir komuna. Takk. Splunkunni á iPhone 5 síma. FM 957 og 1011 í samstarfi við eSíman.is vilja gefa þér iPhone 5. Endurinn næstu verslun 1011 og keyptu Stimmuroll og þú ert komin í pottinn. 5. 1. nóvember verður síminn dregin út í beinni útsendingu hjá Heiðari Ausmann. Einnig verða gefnir frábæri aukavinningar frá Stimmuroll. FM 957, 1011 og eSíman.is. Dominos kynni nýjan haustmatseðil, sneisa fullan af spennandi